Jæja, það partur 2 af draugaviku. Svakalegt. Þið tilbúin? Þið þurftu nú bara að bíða í 2 daga, þannig að já, þetta var nokkuð það, já, þið þurftu ekki að bíða það lengi, sko. Það svona intense draugar, þá þarf maður smá pásu, sko, smá kúplas út, fá dagsljósið, já, og aðeins svona, am I ready for this again? Klárlega, og við vitum að það voru margir sem voru pottitt áttu erfiðleikum með að sofna þetta kvöld eftir að hafa hlusta á mánudagsþáttinn okkar. En tóta ekki 2 dagar á milli þátt á okkur? Ekki mánudagur og 50 dagur? Já, það 2 heilu dagar á milli. Okay. Það bara 2 dagar sem fær ekki þátt. Já, 3 dagar miðvikudagur, skilur. Mér stóðan sem mánudagur var. En vikan líður mjög hratt og eins og við sögðum síðast, sko, ef þið heldur að sagan væri búin, þá haldið ykkur fast. Já. Það Hold your horses. Hold your horses. En að sjálfsögðu áðan við vindum okkur í seinnipartinn af þessari draugaviku, þá ætlum við að minna ykkur á að það ekki bara, við vitum við tölum mikið raka á andlitinu og svona, húðin ekki síður bara líkamshúðin, mikilvæg, sko, já, það að tala um það, bara the body. Þannig að við viljum minna ykkur á að nota body oilina frá Laugar Spa, Organic Skincare, það sem svo næs að fara í góða sturtu, fara úr sturtunni, búin, og ekki þurrkar alveg. Nei. Smá svona. Setja olíuna í lófana og nutta með smá vatni og olíu. Þá ertu ready and fresh. Fara svo bara í slopp. Já, hvað gott að gera slopp? Beint í slopp. Og inn í skó. Og upp í rúmið. Eða bara fram og horfa á draugamynd. Nei, hlusta á þennan þátt. Já, nei, ekki kvöldi til. Jú. Nei, ég mæla ekki með. Jú. En það sem þið geti gert á með þeirra hlusta hana þá. Set the mood. Já. Þið geti þreifbustan ykkar. Það er kannski svona dreifur hugan þannig að þú þarfst ekki ofrættur. Var þrýfa make-up-bustana með Mist & Co. Sjálfsögðu. Já. Og svo geti ég verið að borða Subway á meðan. Já. Að því að Subway sponsor af liveshowun okkar 19. október og við vitum að þeir eru frá að koma. Já, 100%. Og við lakar svo til að sjá okkur. Já. Ok, það eitthvað annað kósi að fara bara í rúm og fara svo Subway. Já. Og vera nýbúin að gera skincare og þrýfa bustana. Ok. Og með kannski einhverja smá treatment í hárinu. Maska, hármaska frá Davines. Já. Vá, þetta the perfect recipe for a great night. Já. Þú veist, hafið smakkað Subway kökunar. Halló. Svo góða, sko. Hverju fórst þín? Hvíta. Já. Ég þurfti samt að velja, ég var alveg svona já, það var erfitt val, sko. Allar góðar en já, tune in guys já, það nú kemur draugavika part 2, gjörið svo vel En hvernig staðan núna, þú veist? Heima? Já, hún bara fín, þú veist, það hún lendur alveg í því að fá þessi night terrors skilur af og til, en ekki eins miklu magnu eftir að meilarnir komu. Já, ok, þannig það minkar alveg eftir það. Já, ég var eiginlega ekki búin með, og þessar 2 sem komu, sorry, þetta bara rosa löng saga. Þær koma og það sem þær gera að bara setjast niður í sófanum og við sitjum hann saman og þær leggja eitthvað svona borðið, eitthvað svona kross og eitthvað svona vendagripi og eitthvað og þær bara reyna að hafa samband við þennan anda og því að þær vildu bara aðstofan þær sem við finnum bara hún líður óbærslega illa og hann það bara komast áfram En þær fundu bara fyrir honum þannig inni hér Já, og það sem þær sögðu líka bara vá, ég finn rosalega miklu orku ég finna það margir búin að koma inn í gegn Þær sögðu að þær fundu svo væri bara einhvers konar svona eða svona gátt í landinu, þú veist, ég bý svona upp í hlíð og eins og væri svolítið verið að hleypa þar í gegn og þá leitaðu beinti í okkur, skilur. Já, og þannig eru svona ljóstri. Já, við tvær saman eitthvað. Sko. Já, þetta ótrúlega magnað og horfa á þær tala, þú veist, og maður bara, þeir eru svo sannfærandi, af hverju ættu að vera að flippa með mig, skilur. Hvað fáið úti? Fullorðið fólk að koma allavega heim til mín þú veist, einn keyrðu úr Reykjanesbæ skilur, bara til að koma heim til mín og ég ekki að borga ykkur krónu og þeir segja nákvæmlega sem sögu ég trú öllu sem þeir segja bara 100% og allt sem þeir segist finna ég ætla að trú ykkur bara, og bara öll svör sem ég fæ eru bara mjög vel þeim ég ábærslega forvitin og ég vil bara fá svör við hlutunum og þær sem sagt bara ná sambandi svona við hann og þær lýsa því hvernig hann kemur einhvern veginn hægt og rólega nær og
svo finn ég, þú veist, hún talar svona upphátt, hún að tala við hann, en hún talar upphátt og segir okkur svolítið hvað hún fær tilbaka, skiljið, þannig við fáum fylgja svolítið með. Ég dótti ég með þér þarna? Nei, hún farin þá til pappa síns. Og ég, ákvað láta hana fara að þessi byrti. Þetta var svolítið mikið svona yfir daginn. En og þær, þú veist, eru að reyna hvetja hann svona til að koma aðeins nær og sína sig betur og allt í henni fæ ég bara svona hroll, skilji. Hættu. Og ég finn bara svona, ég var bara svo ótrúlega leið og sorgmætt. Vitið þegar þið smitist svona fólki að þú veist, þú finnur að vinkonin líður opuslega illa og þér fer bara líður opuslega illa. Ég fekk bara svona yfir mig, ég byrjaði bara að tárast. Ég fekk bara svona, mér var bara svona eins og ég fæ núna, ég að fá hroll núna bara að hugsa þetta, af því ég fann bara svo sterka tilfinninga þannig bara, hvað einhver hérna sem líður svo illa skiljiði, en ég sá engan og þú veist, en hún og heldur áfram bara að tala við hann og bara að reyna aðstofan að komast yfir og hún segir að hann sé bara tala um mömmu sína, hún heyri bara eitthvað mamma og eins og hún sé eitthvað svona hræddur við viðbrögð frá mömmu sinni þegar hann myndi koma yfir og hún svona reynir aðstofan og hún segir að hann segir við sig að hún líði svo illa yfir sig og hafa verið svona truflokkar, hann hafi ekki áttað sig á því og hann hafi ekki kunnað neitt annað, þú veist, hann vissi ekki betur, þetta svona orð sem hún var að segja eitthvað, bara, hann var bara leita í, þú veist, ljósið og bara byggja okkur fyrirgefningar, eða þú veist, og hann ætlaði að halda áfram og reyna það og hún var með aðstof frá fólki að handan við að leiða hann yfir og náði einhvern veginn sambandi við mömmans líka, þú veist, hún var einhvern veginn að byrtast henni hægt og rólega og þú veist, hún var einhvern veginn, þetta var ótrúlegt að reyna að sjá þetta fyrir sig en hún var bara svona lýsa þessu eins og, hún var aðstofan yfir hún með fullt af góðu fólki að hjálpa honum og að mammans væri ekki reið þú veist, væri ekki reið við hann, það var eitthvað erfitt þar á milli, skilur, þetta var bara erfitt líf sem hann átti þannig að þær þarna aðstofan einhvern veginn yfir og þú veist, og það gekk vel samkvæmt þeim og eftir það, þú veist, þá fann ég bara miklu meiri frið, þú veist, heilin var miklu rólir á nóttunni og bara þessi night terrors köst bara snarmingu og hefur síðan þá bara verið að koma fyrir af og til suma daga er þetta að gerast reglulega út af þessu hliði, skilur Já, kannski að koma hérna í gegn ennþá og þú veist, og þau sögðu líka öll bara, þú veist, hún mun alveg upplega meira en við ætlum að reyna að venda ykkur, þú veist, og við erum með fullt að liði, þú veist, við varum með 4 miðlar sem var að tala við eitthvað fólk að handan sem að ætla að hjálpa okkur og venda okkur og búið til einhvern vendarhjúp og þú veist, Helena væri með þennan vendara sinn, þú veist, úr fjölskyldunni sinni og sem að var þarna að berjast við að venda hann á nóttinni sem hún fengi að sofa greið. Merkilegt. Og þannig að röddin var í rauninni bara góður andi að passa upp á litlu mína sem ég er alltaf að segja hvað heitir en þetta, þetta er svolítið sagan heilsinni, en eftir þetta að þá ég ætla að segja ykkur líka miðlarnir bara til þess að staðfesta bara hvað þau geta og hvað ég trúi mikið, þau fóru bara síðan, svo fóru bara spjalla og bara flottar og skemmtlega konur og það getur verið mamma þín eða mamma þín, skilur þetta bara og þær fóru bara svona að tala um fólki sem þau eru að sjá í kringum okkur, skilur, kringum mig og lýsa bara svona fjölskyldumælum með mínum sem voru að nálgast þær að handan og voru að sína sig meira og meira og bara lýsa svona minningum og þú veist, ég var bara, ok, þú veist, þetta er svo persónulegt og þetta er eitthvað svona sem að þið myndið ekkert vita mig eða fólki mitt, skilur Já, þannig ég var bara vá hvað þetta eru miklir hæfileikar og vá hvað þeir eru næmar á bara og þú veist, og fólki leitar til þeirra og þær lýsa þessu þannig að þegar þú veist, sálir komnar yfir að þá geta þær komið tilbaka og heimsótt okkur, skilur þannig eru vendarenglarnir okkar að koma þú veist, eins og maður segir börnunum, litlu englarnir sem passa upp okkur og þú veist, þannig eru ömmur afar að kíkja fólki sitt þú veist, og það sem hún var að segja með þennan mann sem hún var að hjálpa yfir, þú veist, hún var að segja þú getur alltaf komið tilbaka að því hann var að sýna einhverja litla stelpu þú veist, þau sína svona einhvers konar myndir Já, ég hef einmitt það, einhvern veginn, hann sýnir einhverja litla stelpu hún segi, þetta er einhver lítið stelpa sem þið þykir væntum og þú getur komið að heimsótt hana þó farið yfir þú veist, þú getur farið yfir og þú getur farið yfir og hvílt þig þú þarft að hvíla núna, þú veist, hann er að segja við hana hann sé svo þreyttur, hann sé bara svo búin á því og
bara getur þetta ekki og hún segir, svo getur alltaf komið aftur og heimsóttan að þú ert tilbúin, skilur, og það er það sem að, eins og þessi afinn helinu er að gera, hann er að koma tilbaka og passa upp á hann finnur einhver þörf hjá okkur, að hann sé þarna til staðar að venda okkur, og þegar svona miðlar eru komnir og eru svona að sækja í að ná sambandi, að þá getur fólki okkar leita svolítið til þeirra. Vá. Með einhvers konar hætti sem við skiljum ekki neitt. Nei. Þannig að þú veist, Magnað. já, þetta gaf mér alls konar svör svona miðla og hvernig virka, ég hef aldrei farið til miðils, ég hef aldrei einhvern veginn reynt að hafa samband við einhvern, skilur, þannig að mér fannst þetta ótrúlega magnað, þetta útskýra ótrúlega margt, þannig að mér langaði ekki eftir svona að reyna að útskýra þetta fyrir ykkur. Þetta er bara merkilega. Þannig að þú veist, það er einhver sem tínast og eru svona þessi draugar og já, miðlarnir vilja ekki tala um drauga, þau tala um sálir einmitt. En við segjum draugar, þetta er draugasur og hérna já, en við meinum náttúrulega það. Já, þú veist, basically þú veist, draugar ekki vera vont. Nei, þú veist, það sem við erum að tala með er bara sálir og andar og eins og þau og hérna þau segja bara að þeir sem eru svona fastir eins og þessi og týndir, þeir hafi ekki komist yfir, þannig að þeir eru bara þarna og þeir eru bara ráfið með myrkur. Þá geta þeir truflað. Já, þeir finna ekkert leiðina sína og eru þá trufla bara aðra, skilur, og trufla okkur að þeir fundu ljós hjá okkur en þeir sem hafa komist yfir og allt sem gengur vel, þeir geta komið tilbaka og kíkt á okkur og maður verður kannski minna var við það og svona en já, eftir þetta þá bara, já, var aðeins rólegra og svona, en síðan fór dóttir mín að tala Maríu. Ég með að býða eftir Maríu, sko. Nei. Ok, þetta í annað skipti sem hún talar einhvern sem ég þekki ekki, þú veist, og ég fyrir að spyrjast fyrir og fyrsti sem ég heyri í bassfæðminni, ég segi, er einhver María búin að vera umgangast dóttir okkar? Já, skiljulega. Já, er þetta einhver, þú veist, ný lífin hennar og hann alltaf fór alveg að spila með mig bara já, var hann að koma upp um mig og eitthvað, en svo alveg, nei, hvað meinar það er engin María, ég alveg oh my god, ég var komið með útskýringu þú veist, það bara flippið mér ég er ekkert að grínast, hún er alltaf að tala um einhverju Maríu og ég finn enga Maríu þú veist, ég spyr mömmu mína, pappa minn þú veist, allir kringum okkur, bara þekkjum einhverju Maríu sem hún hefur að hitta í pössun hjá þér eða, þú veist, með þér skilur, engin María mitt eftir ekki til hugsjónvarpið, skilur aftur og hún er alltaf að segja við mig við mataborðið, kemur alltaf random mamma, hvernig segir María? Og ég alveg, María? Já, rétt ég alveg, María? Svo ég að spyrja leikskólum, er einhver María eðna? Er eitthvað bat sem heitir María? Eða kennar, þú veist, engin María í kringum okkur. Ólíklegt að sé engin María, þetta María já, mjög algengt, sko. Ég bara það hlýtur, þú veist, það er eitthvað og svo alltaf þetta, hvernig segir María? Og ég alveg, það er svona ykkur að ég sagt það við hana kent henni að segja nafnið ég alveg, María og hún bara, já, rétt, og ég bara, hver er María? Hún bara, María og ég alveg, hvar er María? Er María hjá pappa? Nei. Er María hjá ömmu? Nei. Er María í leikskólanum? Nei. Eller hvar er María? Hjá mömmu? Og ég alveg, hjá mömmu? Já. Ég alveg, er María hérna í heimsó? Já. Ég bara, hvar? Já, ég alveg, er hún óna mér að? Já, ég alveg, hvar er María? Ég veit. Hún segir, inn í herbygginu mínu. Nei, ég sko ekki Nei, og ég bara, hættu, ok og ég alveg, er hún inn í herbygginu þínu? Já. Ég alveg, hvað er hún að gera í herbygginu þínu? Leika sér? Ég alveg, leika sér ok, viltu sýna mér hana? Og hún alveg, já og hún labbar undan mér og svo svona læðist hún upp að herbygginu svo svona stekkur hún inn í það María! Og ég bara, er María hérna? Já. Ég alveg, hvað er hún að gera? Hún er bara að leika sér með dótið mitt og ég bara ok, viltu sína henni eitthvað dót, þú veist og hún fer eitthvað, María, sjáðu, eitthvað svona tala til lofti og ég bara ok, þú veist, ég veit ekki hvort hún sjá eitthvað eða sé bara eins og aftur með eitthvað ímyndunarafl og eitthvað flippa, skilur það er líka, er ekki að tala um það líka, skilur með ímyndavinn já, og ég bara svona, þú veist getur verið hvað sem er, en ég bara gaman að spyrja nút í þetta, ok, og svo heldur þetta áfram, þú veist, að tala um Maríu og ég eitthvað svona fyrir að spyrja hana og ég bara, ok, er María lítil? Og hún alveg, nei ég leið, María stór? Já. Ég sagði, er hún svona stór eins og amma? Nei. Er hún stór eins og mamma? Já. Ég alveg, ok hvernig eru augun hennar Maríu á litin? Og hún alveg, blá. Ég alveg, ok, þau eru blá eins og mömmu augu, já og ég alveg, er María að leika sér? Já. Og er María góð við þig? Nei. Ég bara þú ættir að segja já ég lög bara, býtu, nei
ég alveg, hún ekki góð við þig og það sé hann, nei ég alveg, nú, ok og þú veist, svo fæ ég ekkert svona meira eitthvað upprunni, nema það að ég tek þessa yfirheyslu nokkru sinnum bara á nokkra daga fresti eða þú veist, alltaf að Marja kemur upp, þá spyr ég hann sömu spurningu, hún segir alltaf sömu svörin alltaf nei við góð og alltaf nei við góð og ég er svona, ok, en hún virðist ekki vera hrædd við hana og hvað, þú veist, ég veit ekki hvað merkingur hún leggur í að vera góð, skilru þú veist, hún er kannski ekki að knúsa hana og kissa hana á strjúkunni, þú veist eins og maður talar ofta í börn svona, vertu góð við ömmu og þá komu þau knúsa eða strjúka í framann eða þú veist, gera á og þetta kannski er eitthvað miskilja það já, þú veist, kannski er hún að meina bara hún er ekkert mikið að gefa sig að henni skilur, hún er kannski bara að skoða dótið hennar kannski er hún ekki að leifa hann að snerta dótið eða þú veist, kannski er hún bara, nei já, þú veist, kannski vill hún bara leika með dótið hennar og leifir henni ekki vera með, þú veist, ég veit ekki en hún er ekki hrædd og hún talar hana brosandi og hleypur inn og segir Marja, þú veist þannig ég er svona, ok, ég er ekki hrædd við þetta en það er óhugnalegt að segja nei skilur, en svo saman tíma er ég bara, ok, kannski er hún bara bull í mér kannski er hún að meina líka bara að Marja sé stríðinni já, og kannski svona í leik svona stríðin svona ég tek dótið það er ekki vond og láta eitthvað detta nei, einmitt og þú veist, þú veist, ég held hún hafi ekkert verið eitthvað að hræðana eða skana að því að þú veist, hún virtist ekki hræddum og hún spurði alltaf glöð hvernig segir Marja? Eða hvað er Marja? Og líka hún vildi fara inn í herbyggi þar sem Marja var eða er, skilur þannig, en stundur enda vildi hún ekki stundur spurði ég, er Marja heimsókn? Og hún segi já og ég segi, hvað er hún inn í herbyggi og að fara að tala við hana? Nei og þú veist, það er bara ok þú veist, nennir henni ekki, kannski bara vill hann ekki leika við hana skilur, ég veit ekkert hvað er og eða hvort hún sé bara með einhvern ímynda vin sem að er kannski einhver andi, kannski ekki skilur, ég ætla ekkert að fullir að það ég hef ekki séð neitt og ég veit ekkert, en svo bara var þetta í gangi í nokkra vikur og svo bara hætti allt í hætti hún að tala um Marju það er alveg hætt núna og þegar ég spurði hana og þú veist, þá var komið kannski vika frá því hún talaði um Marju, ég spurði Helena, er Marja heimsókn? Nei, hvað er Marja? Hún er farin ég alveg, og hvað er farin? Og ég spurði alveg svona í nokkra dag ég alveg, er Marja ekkert að koma í heimsókn? Nei, hún er bara farin, mamma ég alveg bara, ok, hún er bara farin, bara búið kannski kvatt hún heilu já, þetta var bara búið allir og allir tala hann ekkert um hann aftur, aldrei aftur það er svona, ok, þetta er enginn á leikskólanum nei, klárlega ekki þetta er ekkert sem hún er pikkum annars staðar af því að eða á sjónvarpið því að þú veist Píla er búin að vera hérna með okkur bara í 2 ár sko, eða skilur hún er ekki fara neitt þú veist, eða Poppy, skilur þú veist, þetta er eitthvað sem er stöðugt en bæði Lulli og Marja, þetta voru bara svona nokkra vikur og svolítinu var það bara búið og núna er hún orðið það skýr, þú veist, þannig var hún 2,5 árs, þú veist það var einhvern tímann þá, já þá er hún bara, hún er farin hún er bara farin, skilur og ég bara, ok, þú veist, hún er farin bara mamma hún er farin þannig ég bara hef ekki heyrt um Marju síðan já, annars hefur ekkert meira gerst í rauninni, þú veist, það eru bara komið sér köst af og til og fyrir svona mánuði síðan þá kom mjög erfitt kast þar sem hún bara öskraði og grét og öskraði og hún settist bara svona upp og horfði upp í loftið og benti og var bara nei, ekki, vil ekki og ég bara var að reyna að fá hún til að horfa á mig og hún horfði bara svona í gegnum mig og bara upp í lofti og benti og bara hún segi bara nei, ég vil ekki nei, þú veist, þetta er svona ógeðslega óþægilegt fyrir móður að horfa upp á þetta og ég reyna að knúsa hana og hún bara hrindi mér af sér og þetta er, þú veist, það hafa komið nokkur svona köst þar sem þetta er svona og hún bara er í 10 mínútu korter að reyna að jafna sig og ég kveiki bara til ljós og ég bara veit ekki hvað að gera og þú veist, þetta er bara meðanótt og ég bara vakna, svo allt í hennu bara slöknar á svona sopnar og þetta er svo skrítið og það er eins og sé svoandi allan tíman og hún hefur nokkru sem líka farið sko fram úr rúminu byrja að gráta og svo er ég að hugga hana og hún bara svona forðast mig og fer bara niður rúminu og labbar inn í herbyggi og eitt skiptið á labba hún svona inn í herbyggi labbaði tilbaka og sagði ég er búin og ég alveg, búin hvað? Bara ég er búin hvað? Og bara labba fram hjá mér og bara réttir hendurnar upp og ég tek hann upp í rúm og bara hún sopnar og ég er bara búin, hvað? Hvað fór hún bara að tala við eitthvað? Getur þú að sagt þið? Ég veit ekki, þetta er svo skrítið bara ég er búin og svo skýr og bara hann fullar núna bara farin að díla við þetta og þú veist, hann var samt svona einmitt svona hálfvælandi einhvern veginn bara ég er búin þú veist, kannski er bara að kalla á hana sæta, já og komdu og hún fór bara, ég er hérna hún er bara, ég vill ekki koma að leika eitthvað, skilur já og svo fer hún bara
og fer að leika og svo búin Já. Þetta svo skrið bara ég búin ég bara búin að hverju, ég veit ekkert sko hún bara með sitt eigin líf þú bara Nei. Já, living a double life sko en þetta búið að skána mjög mikið og þú veist, eins og ég segi við allan líka bara ég hef allan tíma verið mjög róli yfir þessu jú, þetta trublandi og það ógeðslega erfitt að fylgjast með henni vera að fá þessi nætterrorköst skilji en þú veist, ég ekki hrædd við neitt ég held að þetta sé bara trublun já, og þú veist, ég ekkert að leiðin að flytja neitt skilji, mér líður ótrúlega vel og ég finn bara góða orku á heimilinu mínu og þú veist, ég hef alltaf verið þannig ég hef átt mjög erfitt að vera með ein þú veist, frá því ég var lítil, skilju og ég átti alltaf erfitt með að vera ein heima, skilju og ein á neðri hæðinni, þú veist, ég var yngri og svona, en þú veist, ég flutti þarna ein og ég bara er góð, sko, mér líður bara vel og það fyrir öllu já, og ég, þú veist, og ég held líka eins og það sögðu við mig, þú veist, þú ert næm þú finnur alveg orkuna og ég held að ég bara viti að þetta sé ekkert sem er að fara að skaða okkur eða ekkert sem er að hræða okkur. Það er ekki með illu ráðu gerst í rauninni. Þetta er bara svona óvart einhvern veginn. Já, og þau sögðu það bara, þú veist, allir 4 miðlarnir, þú veist, þetta er enginn sem meinaði neitt illt og hann var ekkert að reyna að skaða ykkur eitthvað, en hann var að trufla og þú veist, hann þurfti að fara, skilur. Hann þurfti að fá að halda áfram. Hann var bara týndur. Og já, þannig að þú veist, ég er svona, það er ekki til að vera hrædd við, skilur, og ef að það er einhver fleiri sem er að koma að trufla hana, skilur, að ég er bara farin að fara með faðurvorið og signa okkur og býti svona vendarhjúp yfir hana. Fá press til að blessa það eitthvað? Jú, ég hef alveg spáð í því, sko, en þú veist, mér fannst það lagast ótrúlega mikið eftir að miðlandi komnu. En svo, þú veist, þegar þetta kemur fyrir, þá er ég bara svona, ok, það er að fá eitthvað núna til reyns út. En ég er bara með biblíun á borðinu og, þú veist, kaþólska krossinn frá pappa mínum og eitthvað, og steina í öllum gluggum sem miðlandi komið með. Alls konar svona orkusteina, gluggakistunum mínum. En þú veist, já, ég leyfi svo bara að vera þarna. Og náttúrulega, þú veist, fyrst þetta var í gangi, þú veist, og ég var að sýna, skilur, svona vinum mínum úr vinnunni, upptökuna og svona, og þetta fór út allan vinnustæði minn. Og þú veist, þá var einn sem kom til mín og hún gaf mér, eða lét mig fá í láni, bara eldgamla biblíu sem að pabbi hennar hafði átt, sem var prestur. Og þetta er eldri kona, sko. Og hún er alveg bara, hafði þetta náttbruninu og einhvern svona vendagrip sem að kom með. Þú veist, let mig fá það líka, hafði þetta náttbruninu, þú veist, signaði allar glugga, allar hurðar, ykkur, fyrir með faðurvorið, allt þetta og ég reyna að vera dugleg við þetta, þú veist. Ég hef aldrei verið eitthvað mega trúið, en ég hef samt, þú veist, ég fermdist, ég skýrði dóttur mína, þú veist. Ég svona, mér líður alveg vel í kirkju, skiluru, ég finn alveg svona, þú veist, já. Ég er ekkert svona típan sem að fór og skráði mig úr þjóðkirkjunni, skilur, mér finnst þetta alveg svona, en ég er ekkert eitthvað trúið, sko. En eftir þetta, þá er ég svona alveg að fara með faðurvorið og kenna dóttur minn einhverja svona bænir og tala um englana og eftir þetta, þá kannski bara vill maður hafa eitthvað svona til þess að grípi. Þú veist, það bara er ákveðin ró að fara með eitthvað svona bæn. Það er ákveðin ró að trúa bara þessi bók þarna geti gert eitthvað gott. Bara hjálpi og vendi mig. Saman hvað trúma velur sér, skilur, en bara hafa eitthvað svona æðri sem á að vera gott. Og þú veist, ég hef mitt alltaf trúa því, þú veist, þó ég hef alveg verið svona vávít, þú veist, trú ekkert endur öllum þessum biblíusögum, skilur, að þá hef ég alltaf trúa á bara svona æðri mátt eða, þú veist, einhverja orku, skilur, einhverja svona orku út í alheiminu sem við skiljum ekki, þú veist, það er eitthvað og þú veist, alls konar svona bara örlögin og þetta, þú veist, ég er rosa í þessu, skilur, þó ég sé engin spiritual manniska, þá hef ég alltaf trúað á eitthvað svona aðeins stærra en okkur. Tengi mjög mikið við það, sko, 100%. Og veist, án þess að vera eitthvað í messum og sunnudum, skilur, eða eitthvað bara Guð og Biblían heldur bara svona, það er eitthvað og við erum, þú veist, kristið samfélag og mér líður bara vel í, þú veist, lútherstrúnni og bara mér finnst fallegt að skýra barnið mitt, mér finnst það falleg athöfn, þú veist, ég myndi vilja gifta mig í kirkju og presti, þú veist, og ég vil vera jörðið í kirkjugarði, þú veist. Ég er svona, það er svo gott að hafa þetta, 100%. Án þess að þurfa að vera eitthvað guðhræddur. Nei, alveg mitt. En já, það er staðan í dag. Það er rosalegt. Er eitthvað spurningar? Er ég búin að koma fyrir að? Þú fórst mjög vel onni allt saman. Ok, gott. Það voru að koma upp spurningar hjá mér og svo bara svaraði því. Sama ég, sko. Þú fórst brúti, ég leiði mér svo mikið inn í þetta. Ég bara, þú veist. Ég sá þetta alltaf fyrir mig. Já, ég er bara að segja þetta svo oft, þú veist, allir vinir mínir, allir svona í kringum mig eru, þú veist,
og alltaf að tekka á mér, skilur það allir líka bara, hvernig getur þú svo róli yfir þessu, en ég veit ekki, þegar maður kannski er að upplifa þetta, þú finnur orkuna, þú finnur hún ekki vond þú veist, ég finn bara, það ekki til að vera hrædd við og þú veist, eina bara, maður vaknar alveg skelkar, þú veist, að barnið öskugrátandi og þú ert sofandi, það eina skilur og þreyta sem fylgir því, en annars þetta bara, þú veist, okkur liður ótrúlega vel og hún ótrúlega glöð heima og þú veist, farin að leika sér einin í herbyggi, skilur þegar hún var minni, þá þurfti ég alltaf að vera með henni í herbyggi, ég pældi ekki í því, ég held að hún væri bara svona ósjálfstæði að leika, skilur það er mörgböld, vilja bara ekki vera einn þú veist, kannski var eitthvað svona truflana en núna, þú veist, ég sé alveg hún alveg ótrúlega glöð heima hjá sér og bara og talar út í lofti eins og ég veit ekki hvað sko. Hún með rosa ímyndunar líka þannig að maður veit aldrei hvað hvað en hún heldur alveg á svona ímyndum kísum í lófanum og færir á milli staða kannski það kísdraugar ágríns, ég hugsaði þetta daginn að því að við vorum að koma inn hurðina og ég og mamma mín og hún löpum saman inn og hurðin skellir svona eftir okkur, hún bara amma, hundurinn frammi þú voru að opna fyrir honum ég sæta og ammenar alveg nei, hann hérna bendir, já, tekur hann upp í fangir ég sæta hún alltaf með eitthvað svona ímyndu dýr í fangir það ekkert eðlilegt það ekki til hundadraugar sko. það hlýtur að vera hún sér alls konar þannig kísur og hundar og hún alltaf með einhvern með sér sko, ótrúlega fyndi hvað var þetta, ekki til bíómynd svona barnabíómynd svona dýrahimnaríki jú, allir hundar fara til himna ég man í aftan spólu alvöru spólu en ég hef ekki séð hana síðan ég var barn hún var eitthvað svolítið grilluð sko en þú voru kannski að pröfa að horfa hana og sjá hvort þú dótt ég myndi fíla hana ágríns ætlum sér til að eitthvað Disney Plus alveg pottþétt ég man ekki þetta var alltaf æðislega mynd já, mér rámar í þessu mynd já, ég man eftir henni í aftan spólu og það voru sumir sem komist ekki upp sko já, ég man hún var smá creepy líka held ég hún var eitthvað, þetta var mjög svona skrítin mynd þetta var ekki eitthvað Pocahontas nei, þetta var svona öðruvísi mynd það voru margar spólur á okkar tíma sem voru alveg frekar dark sko muni eftir einhverju spólu það sem að þau eru svona krakkar að fara eitthvað tífóli og þetta er gett óhugnalegt ég hef verið að leita svo spólu frá því og lítil mannstu eitthvað meira, því kannski er eitthvað sem hlustar sem getur bent ykkur á ágrís sendi að þið viti að þetta er svona spóla sem föst í hausnum á mér hvað gerist í henni? Þau eru svona krakkar og þau fara inn í eitthvað svo tífúli það er svona speklaherbyggi og það er bara alls konar sem að fríkaði mig geðvitt út er það leikinn eða? Nei, teiknumynd og það er einhverju tvíburar minni mig tvíburar stelpur og krakkarnir eru allir halv svona creepy eitthvað þetta er ógeðslega skrítið mynd þau fara, minnir þau lappa á einhverju svona ég veit, svona bryggju eða þannig og fara inn í eitthvað svona tífúli karnival heim eitthvað það sem er bara alls svona creepy að gerast please sendi að þið viti þetta er ekki hérna Coco eitthvað nýja myndin, þetta er gömul frá því við erum litla sko og ég bara muniði samt að þetta er myndina með stelpunum með tölurna fyrir augun hún er frekar nýleg það er eitthvað stelpa með svona tölur fyrir augun jú, rámar í þetta gegn TikTok ógeðslega creepy mynd hún er eitthvað svona Caroline jú, eitthvað er það ekki meira svona fullorðins teiknumynd? Ég veit það ekki, hún er allan ekkert eðla creepy ég held ég að sé hana með börnum einhver tíman What? Í einhverju svona starfi en mér fannst hún eitthvað mjög creepy þetta var svona einhver stelpa og svo allt í henni er hún með tölur fyrir augu ég var ekki alveg að fylgjast með þessu en hún er mjög creepy alltaf mikið creepy myndum sko það er rétt sko ágríns passa sig maður er bara sko 1000 biljón þakkir fyrir að koma og segja söguna þína þetta er bara þú voru ekki bara láta okkur vita ef eitthvað meira fyrir að skeið eitthvað svona keep you posted að ég get lofa því allir sem eru fans af þessum draugasögu lið hjá okkur í tebúðinu eiga eftir að verða húgt á þinni sögu þannig að þú verður að því bara svona fyrir þau það var eins og ein sem að mitt fann einhvern putta og fólk er búið að spyrja hvað er puttin, skilur þannig að fólk vil vita framhald þannig að ef eitthvað meira skeður þá er þetta alltaf velkomin aftur bara læta eitthvað vita sko. ég er hægt að taka upp á nóttunni vonandi þurfum við aldrei að tala við aftur vonandi þurfum bara búið nefnum einhverja fallegar sögur ef litla mín eignast einhverju að vini góða vini ángríns, mér langar bara svo að vita hvað hún sér og hvað hún hefur hvað væri það áhugavert, bara að fá aðeins og þessi miðla sögð, þú veist, það var einhver hérna, kannski lítill strákur, kannski gamall maður sem var að tala við hana sem hétt Lulli kannski, það kynnti sig sem Lulli eða þá hún skýrði hann bara Lulli fyrir sér, bjóð til nafn það er eitthvað svona alls konar sem hún hefur
séð og ég veit ekkert. Það svo merkilegt. Það magnað. Það Lagt ótrúlegt, til að hún var eldri og getur sagt Já. Ef hún með muni þetta. Já. Svo kemur svona þessi kemur þessi tímapunktur sem að lokast oft bara hjá þeim þeir bara, og muni ekkert, þú veist, eftir þessu. En svo margir alveg það opnir að þeir eru að labba heim á skólanum og þeir eru að tala við fólk og þau áttu sig síðan ekkert á því þetta fólk var ekki hana. Það Voru bara, magnað, sko. þú veist. Að ég hef aldrei verið með svoleiðis gáfur að geta bara spjalla við einhver. Þú veist, svo pappi minn sagði þegar hann var í réttarhaldsskóla á sínum tíma og hann hitti húsverðin. Hann var eitthvað að stúsast fyrir utan skólan og þetta var rétt á hann sumari byrja, sumarfríð endaði. Hann var bara út að leika sér í skólaðunni, hittir húsverðin og húsverðin klípur alltaf svona í öxlina á krökkunum, hann blessaði hérna, hann sagði blessaði Rúli mín, hvað segir við? Og hann eitthvað, hann svo fokkin pirrandi, skilur, hann alltaf klípa mig hérna eitthvað. Og svo bara byrja skólinn næstu viku og hann bara skólanum, hann heyrði hvað hérna, ég veit ekki hvað þessi húsverður hét, sem hann heit Jón. Hvað Jón húsverður? Nei, hann lést fyrir sumarfríð. Og hann bara, hann var að klípa mig í öxlunni í gær, sko. Hann er ekkert farin í, þú veist. Hann var bara, my god. En það hann hefði bara aldrei karlað hann að þessi maður hef ekki verið hann. En hann var að tala við hann og hann klípa hann í öxluna. Bara svona ótrúlega raunverulegt. Þannig að þá var hann bara, manneska. við hverja er ég að tala sem að er ekki hérna? Oh my god. Það er svo Það er rosalegt. Það er alveg Að finna ræðilegt. fyrir þeim og að tala við það, Já. skilur, áttu ekki á því að það sé. og finna svona fysikali, þetta er ótrúlegt. Bara hann gerði þetta alltaf, hann gerði þetta þannig. Þú veist, svo er eins og ég hef ekki fundið fyrir neinu heima hjá mér. Nei. Ég hef ekki séð neitt, ég hef ekki upplifað neitt. Það er bara þessi upptaka, það sem ég er að upplifa eitthvað í svefni. Ég heyri þetta bara svona eftir á. Þetta er svo Það er skrítið. svo skrítið, bara er þetta Og svo er bara dóttir mín sem hefur verið að upplifa eitthvað og ég hef séð í rauninni, þú veist, ég er að sjá hana upplifa eitthvað á nóttunni. Já. Þú veist, það er eitthvað angrana og ég sé hana og hún er að benda og hún er að horfa með augun opin en ég næ ekki sambandi við hana, skilji. Það er eins og hún sé sofandi Þetta er svo merkilegt. í einhverju trans. En ég sjálf, þú veist, ég er ekkert að upplifa neitt. Nei. Það er engin draugangur í mér, Sko, sko. ekki sækjast bara í hana núna. Já, þú veist, þetta er eitthvað þannig. Já. Og ég er kannski eitthvað svona að bústa hennar ljós af því að Já. ég er með henni. Einmitt. Þau svona sögðu það, þú veist, þau eru tvær þarna og þau eru bara með svona ekstra. Þú ert náttúrulega líka örugglega búin að loka svo miklu meira. Já, ég er með miklu meiri varnir. Þau segja, Já. þú ert bara með þína varnir uppi en hún er bara svo berskjöldi. Já. Litla, Æ. litla mús. Oh my god. En þetta virðist ekki hafa það mikil áhrif á hann. Hún er Nei. alltaf glöð Já. og alltaf hress og bara finnast í heimi, Já, sko. mjög skemmtilegt barn. Algjör. Herðu, Takk fyrir komuna. Takk fyrir Já, komuna. bara takk fyrir mig og takk fyrir að leiða podcast. mér að vera svona í leini. Já, Ég vona að vera ekki allir brjálæðir að fá ekki að sjá mig. Nei, En Nei. skiptir engum máli, það er sann sem skiptir máli og Já. Þetta er draugasaga og hún kemur úr leini átt. Já. Já, og plot twist, það er enginn hérna. Nei. Tjók. Oh my god, þetta fucka mér upp, sko. Ég var að hlusta og var ég farin, sko. Ég var bara að slakka á þessu. Við erum bara tvær. Þetta er svona eins og í myndinni þannig sem ég ætla ekki að segja nafni á því þá expósa í myndina. En það er alveg að segja henni. Já, Þið veitir hvað mynd ég er að tala um. Ertu búin að horfa á hana? Já. Ég sagði þér að horfa á hana. Horfa á hana? Já. Ok. Herðu, takk fyrir okkur, elsku tepasgestir og svo er með kveikljóðspjöld. Já, bless.